Komið sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Gestur þáttarins Ragnheiður Björk Þórsdóttir. Hún ég veit ekki hvernig ég á orða það. Hún vefnaðar listakona, myndi ég eiginlega segja. Hefur verið við kennslu í sambandi við vefnað og fleira. Hefur skrifað gullfallega bók vefnað og ég veit ekki hvað og hvað. Vertu velkomin, Ragnheiður. Takk fyrir. Það eins og ég segi, hvaða titil viltu hafa? Ég kalla mig nú oft bara vefara eða textilistakonu. Það orðið sem maður í rauninni svona í vandræðum með textil. Hvað textil? Textil efni, þráður. Allt sem búið til úr þráð. Það bara heilt yfir þráður? Já. Hvort sem það ekta efni eða gerviefni? Já, það bara þráðurinn. Það getur verið bara allt saman, sko. Allur þráður í náttúrunni og blómin hérna fyrir aftan þig, það allt þráður, sko. Fötin þín og elgir og þræði. Já. Og það það sem að þú ert að fást við. Þetta fjölbreytt. Já, í rauninni. Já, þetta mjög fjölbreytt, sko. Sko, við náttúrulega getum ekkert farið í gegnum þetta allt saman öðruvísi en að segja eitthvað frá fjölskyldunni. Já. Ég sem sagt, fjölskylda mín að hluta til hér. Ég gift Stefáni Jóhannesinni, húsasmiðmeistara. Og við eigum 2 börn, Guðbjörgu Þóru og Jóhannes. Og svo eigum við Stefán átti dóttur fyrir, þannig að ég á líka mikið í henni Rannveigu Stefánsdóttur sem býr út í Svíþjóð. Á þar 2 börn. Þannig að en börnin okkar eru svona heima við núna, þau eru bæði í námi. Sonur minn í Listaháskólanum í tónlistarnámi og dóttir mín út í Bretlandi í textilnámi. Nei, það? Hún í textilnámi? Og sem sagt, getur maður ekki sagt, þetta þá ekki bara ástæðan þessi? Jú, sko mamma var að gera? Hún ákvað að taka sér frí í vetur bara vegna þess að hún vildi aðeins læra meira áður en hún færi á lokaárið sitt úti í Central St. Martin í London og hún búin að vera aðstofnaður minn í þessu verkefni. Já. Þannig að hún búin að vefa gríðarlega mikið í vetur og læra alveg heilmikið. Þannig að það búið að vera yndislegt að miðla koma þessari þekkingu úr hana að því að hún hafði engan sérstakann áhuga á vef áður fyrr, sko. Þannig að þetta búið að vera mjög skemmtilegu vetur. Getum við sagt að vefnaður sé að vinna á? Já, eða textil? Já, alveg tvímælalaust, sko. Það varð rosalega lægð, sko, en maður finnur líka bara á erlendum textilistamönnum sem að koma Blönduós og íslensku textilistafólki í Reykjavík að það svona smá vakning, sko. Það svona einhver, ekki bara bara gera þetta alls konar. Ekki endilega vefstólum getur gert þetta á svo margan hátt. Það bara að vinna með þræðinum, það það sem orðið, held ég, svolítið vinsælt og það tengist líka bara sjálfbærninni og því að nýta allt og fara sparlega með það sem að jörðin gefur okkur. Þú ert nýkomin heim af hönnunarmars í júní. Hönnunarmars var sem sagt bara í síðustu viku og endaði á sunnudaginn í Reykjavík. Og við vorum þar var ég að kynna núna það sem ég búin að vera að vinna að núna í cirka 3-4 ár hef ég verið að vinna hjá Textilmiðstöð Íslands á Blönduósi í svona hlutastarfi og ég sem sagt tókaði mér að skrásetja yfir 1000 vefnaðarmynstur íslensk sem voru til þar í gömlum handskrifuðum bókum hjá Textilmiðstöð og vinum Kvennaskólans sem alveg frá 1929 cirka bát. 1000 munstur? Já, minnst það. Ég hætti að telja, sko, þau eru svo mörg. Og hvað gerður við þetta? Við sem sagt settum þetta komið í gagnagrunn. Það sem komið í gagnagrunn og ferðin á heimasíðu Textilmiðstöðvar Íslands. Þá þar einn linkur sem heitir vefnaður og ef þú klikkar á það, þá ertu komin inn á heilan gagnagrunn í vefnaði. Fyrsta sinna tegundur á Íslandi og eiginlega í Skandinavíu. Já. Þó víða væri leitað, sko. Þannig að þetta búið að vera gríðarleg vinna en ofboðslega skemmtileg. Og við fengum sem sagt fyrir 3 árum sína þá sóttum styrk hjá Rannís, tækniþróunarstyrk og við fengum hann og þess vegna var þetta framkvæmanlegt og þetta hafa mig í vinnu. Og við sem sagt erum búin að ljósmynda, skrásetja og greina öll þessi gögn.
Og er þetta fyrir alla að fara inn Já, á þetta? þetta er opin gagnagrunnur, þannig þú ert ekki að borga neitt, þetta er bara náttúrulega Íslenska ríkið sem að borgar þetta í rauninni, það er Rannís sem borgar þetta, þannig að við gátum haft hann opinn sem var mjög skemmtilegt. Og þetta er þá væntanlega til þess að, já, varðveita. Þetta er náttúrulega mikið varðveislugildi, menningasögulegt náttúrulega og bara til þess að varðveita vefsögu 20. aldarinnar. Af því það var mjög mikið ofið á 20. aldinni. Þetta verður vonandi svona til þess að efla hönnun, textílhönnun, vefnað og bara yfir, þetta er náttúrulega allt munstur, það er hægt að nota þetta í prjón og útsaum og guðma þetta hvað, þetta leysiskera þetta upp í fablab, það er hægt að gera allt með munstur. Þau eru náttúrulega bara, munstur er náttúrulega bara búin að fylgja mannkyninu frá upphafi og voru í rauninni fyrsta táknfræði mannsins. Munstur voru bara tákn, áður en að almenningur gat lesið almennilega. Já, og svo hefur maður heyrt með til dæmis svona með ættir og ættarsögur sem að hafa ákveð, er ekki svoleiðis? Jú. Höfðu við svoleiðis á Íslandi? Nei, það held ég ekki vegna þess að við ófum frekar einhætt. Hér var ofið vaðmál, vararfeldir í byrjun frá landnámi, allt í Klásteinavefstað, síðan var ofið salún eins og hérna utan á bókinni minni, það var ofið krossvefnaður, íslenskt glit, en svo bara vaðmál og einskefta. Mér finnst þú nefna alls konar hluti sem ég alltaf hef heyrt. Nei, ég veit það. Við erum búin að aftengja okkur svolítið fortíðinni, sko. Já. Er þetta fortíðin? Nei, að sjálfsögðu ekki. Ég meina við sko, fyrir bara 30 ári síðan þá framleitu við náttúrulega, það voru vefsmiðjur hér á Akureyri sem að voru með, ég veit ekki hvað voru margir vefstólar hér. Já. Einhver sagði 100, ég veit ekki eins og hvað voru margir, sko. Og þar var náttúrulega ofið efni í klæði, húsgagna áklæði eins og í stólnum sem þú situr á, það var allt sem var ofið hér. Já. Og flutt út náttúrulega og framleitt úr hér heima. Og svo náttúrulega voru með Álafossvefsmiðjurnar og svo voru litlar vefstofur víða í Reykjavík. Últíma var til dæmis með vefstofu. Já, Últíma, já, ég man eftir þessu nafni. Já. Og en núna er allur vefnaður, all vefnaðarvara sem seldir hér í búðum, allt flutt inn. Þannig að við erum ekkert sjálfbær lengur í einu en einu, sko. Hvaðan er þetta flutt inn? Hverjir eru mest í að vefa svona? Sko, það var náttúrulega rosalega mikið, þetta færðist rosalega mikið frá Evrópu til Tælands og Kína og Indlands, en það er nú eitthvað aftur að færast aftur inn í Evrópu, sko. Þannig að við erum nú svona, fólk er nú búið að vera að vakna síðastliðin 10 ár, held ég, sko. Það var svo ofurpúslega fjöldaframleiðsla og textíliðnaður var svo mengandi, þannig að við þurfum svolítið að passa okkur. Við vorum náttúrulega, og við kaupum alveg ofurpúslegt rusl af textíl sem er framleitt út í heimi. Það er nú bara þannig, því miður. Viltu nefna mér? Bæði í fatnaði, ég meina, þú veist, tísku heimurinn er náttúrulega búin að vera rosalegur í mengandi framleiðsluháttum. Ekkert hugsað neitt sem er á bakvið. Nei, en núna er fólk virkilega að hugsa þetta. Það eru öll stór fyrirtæki í heiminum fann að tala sjálfbærni og endurnýtingu og allt þetta. Já. Af því að vefur eru náttúrulega rosalega sjálfbær og það er að endurnýta nánast allt. Þú getur ofið úr gömlum rúmfötum, þú getur ofið úr gömlum fötum, þú getur nýtt þetta allt saman alveg upp til agna. Sko. Þú nýtir, kannski ekki vefnað, en menn er að nýta plastflöskur? Það er þetta vef úr plastflöskum, þetta vef úr plasti, þetta vef úr öllu. Já, við þurfum bara virkilega aðeins að fara að skoða hausinn á okkur, sko. En hvað þýðir það? Þarf þá hvert heimilið fyrir að kaupa sér vefstól? Nei, það held ég ekki. Ég held bara að við þurfum mín skoðun er svo að við þurfum að einhver leita að flytja þetta aftur heim til Íslands. Við þurfum minn draumur er að sjá svona einhverja míní-vefsmiðju sem er að framleiða gæða ullarefni, íslenskt ullarefni, þar sem hægt er að framleiða eins og Kormákur og Skjöldur að láta vefa fyrir sig ullarefni og tvítefni erlendis. Já. Það er náttúrulega óskandi að það væri hægt að gera það hér á Íslandi. Er það svo saumað hér? Já, ég held það, já. Þannig að þeir láta vefa fyrir sig þessi svona bresku... Já, og gömlu íslensku efnin. Og gömlu, já, er það? Já, mér skilst það að segja að þeir fari svolítið í gömlu vefsmiðju framleitu efni sem eru til, það er til einhverju bútar af þessum efnum og það er til klæði gömul sem hægt er að fara eftir. Var það þannig að gefjun og gefjun yðun eins og
að þar voru ofin efni sem að jafnvel voru notuð í svona fínni fatnað, jakka, föt og þess áttar. Já, það held ég að sé alveg á hreinu. Ég meina, ekki bara svona grottalegt. Nei, það var svo mikið að klæðskerum hér á Akureyri sem voru sauma úr efnum frá verksmiðjunum. Þannig að, sko, ég er náttúrulega ekki akureyringur, ég er rétt náði skottið á verksmiðjunum. Þannig að ég gat farið með fyrstu nemendahópana mín úr verkmyndaskólum á Akureyri og sýnt þeim verksmiðjurnar. En síðan er þeim bara lokað nokkrum árum eftir að ég kem hingað, sko. Þannig að þá bara einhvern veginn fer þetta bara allt saman. Allar vélar, allt saman. Það er ekki til einn einasti vélknúin vefstóll á Íslandi. Ekki einn, sko. Þannig sem að mínum að þetta er bara svolítið hættulegt, sko. Svona iðnaðarsagan hvarf þá bara líka? Iðnaðarsagan bara hvarf, sko. Já. En hvaðan ertu? Ég er alin upp á Sauðárkróki. Móðir mín er fædd og uppalin hér á Akureyri, Guðbjörg Bjarmann, og faðir minn er fæddur og uppalinn á Blönduósi. Hann er sem sagt túnvetningur í húð og hár, báðar ættir, eða enda strandamaður í 1/4, en móðir mín er í rauninni, amma mín er frá Miklabæ í Skagafirði og síðan fluttu afi minn og amma hingað til Akureyrar. Þú ert þá eins og einhver myndi segja af Bjarmannsfólkinu? Já, ég er af Bjarmannsfólkinu. Já, móðir mín er sem steina Bjarmannssystkinunum. En segðu mér, sko, fyrst við erum að tala um vefnaðinn og þú ert vefnaðarkona, þú ert listamaður á þessu sviði. Sko, hvaðan kemur áhuginn? Ég náttúrulega fór í myndlistahandíðaskólann, fyrst fór í menntaskóla Hamrahlíð og söng mig í gegnum hann. Man ekkert eftir neinum að hafa sungið þar, sko. Varstu í kórnum? Já, það er svona það eina sem ég man. Eða svona það skemmtilegasta. Fyrir utan alla vinina sem maður eignaðist þar, sko. Síðan ætlaði ég alltaf í myndlistanám, sko. Ég ætlaði alltaf í myndlistahandíðaskólann og fór í inntökupróf og komst inn og fór þangað í fornám og þá var ég nú alltaf að spá í að fara í myndlistadeildina eða semst málverki gamla eða skúlptúr eða eitthvað eða kennaradeildina. En svo bara einhverju tímapunkti þá kom ég upp í textildeild í myndlistahandíðaskólann sem var frá efstu hæðinni í Skipholtinu og þá bara eiginlega vissi ég að ég var komin heim til mín, sko. En það voru engri vefstólar á Sauðárkróki sem ég man eftir, ekki neitt slíkt. Þannig að þetta var einhvern veginn rosalega skrítið moment þegar ég ákvað það, ég ætla bara að fara í textildeildina og fara í vefnað. En þarna ertu komin í framhaldsnám, búin að taka menntaskóla. Sko, það er alltaf verið að tala um það menni að hafa það í huga að geta sér farborða og þar fram eftir göttunum. Var ekkert svoleiðis Jú, blessaður. Vefnaðarkona lifi ekki á því? Nei, fjölskyldan mín held ég hefði nú fengið svona smá sjokk hvað ég ósköpum við ætlaði nú að gera við þetta, sko. Ég trúið ekki? Já, það var nú alveg svolítið. Myndlisti var nú svona, alltaf svona, þú veist, það var nú meira safe kannski að fara þangað heldur en að vera að fara í textíli, sko. Á þessum tíma. Og vefur var þá alveg, sko, mjög lágt skrifaður, sko. Þannig að þetta var, en ég er bara svo andskotið þrjósk. Já, það er fínt. Ég var bara alveg staðræðin því að ég ætlaði að gera eitthvað í lífinu sem ég fyndi skemmtilegt, en ekki fara að gera eitthvað sem væri bara þannig að ég þyrfti að framfleyta mér. Ég gat alltaf að fara á unnið eitthvað, ég hafði engar áhyggjur af því. Já, þú vildi bara gera það sem að gladdi þig? Já, ég vildi bara gera það sem mér var gaman að gera. Já, og hefur það staðist? Já, algjörlega. Ég flutti hingað fyrir tilviljun til þess að fara að kenna myndlist út í síðuskóla. Ætlaði bara að vera hér í einn vetur, sko, eftir ég var búin að vera í Bandaríkjunum í sérnámi. Og í hverju þar? Þar fór ég í svona frjálsan textíl. Hvað er það? Það var bara svona fiberart textile, bara svona meistaranámi í eiginlega bara alls konar rannsóknaraðferðum, ekki vefstóla eða neinu. Við vorum bara, þurftum að búa til tæki og tól og búa til þráð og búa til allt sem við gerum. Það var bara svona þetta var svona gríðarlega skemmtilegt en mjög erfitt og krefjandi. En ég græddi mjög mikið á þessu. Hvar í Ameríku var þetta eins og maður segir? Ég bjó í Berkeley og skólinn minn var eiginlega bæði í Berkeley og San Francisco. Þannig ég var á þessu Bay Area svæði. Já, og voru þeir þá í svona textíl á þessu? Já, það var sko mjög fræg svona tilrauna textíl deild sem var eiginlega niðri í Berkeley sem var út frá John F. Kennedy University sem hefði verið stofnuð af svona kanónum, textílkanónum á Bay Area svæðinu, konum sem voru og karlum sem vildu akkurat vera með sleppa þessum hefðbundna textíl, sko, alltaf einhverja aðferðir heldur bara að blanda öllu saman og vera með frjálsa sköpun í textíl.
Í þá sko listrænum já, tilgangi. eingöngu. Já, þetta var eingöngu listrænt. Já. Þannig að þetta var ofsalega skemmtilegt og reifum mann svona allan upp úr þessu sko, já, þetta opnaði bara svo marga dyr. Þetta var ekki það er þetta að vefa á svo margan annan hátt heldur en í vefstól. Það er svo margt sem að textíllinn er. Textíllinn til dæmis pappír. Þráðurinn í pappír eru þetta textíll. Já. Þannig að þetta var fyrir mig svona algjörlega lífsnauðsynlegt held ég. Þannig að þú ert ekkert bara konan sem að situr allan daginn með skittuna hérna, nei. eins og maður sér í myndum frá Íran þar sem er verið að vefja dýr og tæpi. Nei, alls ekki sko. Það er ekkert svoleiðis. Nei, ég er rosalega mikið í alls konar tilraunastarfsemi og þetta verkefni á Blönduósi hefur verið mikið tilraunastarfsemi þar sem við verið að nota gömlu munstrin á stafrænan hátt í TC2, svona digital vefstól. Það er eiginlega svona það sem ég hef síðast verið að glíma við sko. En það er bara í vinnunni minni og ég er að gera þetta sem verkefni. Og brjálæðislega skemmtilegt að allt sem við ófum, allt sem vorum að sýna á Hönnun Mars var í raun ofið í þessum stafræna vefstól og öll munstrin og allt sem við vorum að gera var inspírerað af gömlu munstrunum sem er í ganglegurinnum. Já, en hver á svona rafræna vefstól? Það er Textílmiðstöð Íslands sem á eina rafræna vefstólinn á Íslandi. Er þetta stórt fyrirbæri? Já, maður getur ofið 1,10 í honum, þannig hann er svona kannski 1,50 sinnum við 2 eitthvað svoleiðis. Og hvað er hann öðruvísi mikið heldur en strengirnir og þetta allt saman? Sko, þetta er í rauninni Sjakkard vefstóll. Sjakkard vefurinn gamli sem var þessi myndræni vefur sem er fundin upp, Sjakkard vefstóllin er fundin upp árið 1801 í Frakklandi af Sjakkard gamla og það er í rauninni fyrsta skrefið af tölvutækninni. Þá var farið að nota gataspjöldin til þess að búa til munstur. Já, maður hefur séð svoleiðis. Þetta er gríðarlega fullkomið og var alveg bylting í Evrópu þegar Sjakkard vefurinn sem sagt kom og þetta er í rauninni bara búið að fullkomna Sjakkard vefstólinn, það er búið að gera hann tölvustýrðan. Þannig að það er tölva við hliðina á vefstólum sem að stýrir öllu ferlinu. Já. Allt unnið í Photoshop-skjölum, allt sett inn í Photoshop og unnið á stafrænan hátt og svo er þetta bara dælt inn í stólinn, inn í tölvuna og stólinn bara... Fer á stað og vefur? Nei, maður vefur sjálfur, maður bara ítir á eitt skemil, en það er allt hægt sko. Það er alveg sama hvað ég get ofið ljósmynda þér eða þetta sem er utan á bókinni minni eða kaffiboll, það er allt hægt að gera. Já. Þetta er gríðarlega spennandi og skemmtileg tækni. Þetta er náttúrulega allt öðruvísi heldur en þegar þú byrjaðir. Já, þetta er allt öðruvísi. Og það er svolítið fyndið að sko 2013 fór ég til Noregs til að læra á gamla Kljásteinavefstaðinn fyrir minjasafni í Skagafirði. Þannig að ég fór fyrst að læra á Kljásteinavefstaðinn, bara fannst það alveg rosalega skemmtilegt og var algjörlega heillaður þessari tækni. Svo hendist ég út 3 árum seinna og fyrir að læra á þennan digital vefstól. Þannig ég er búin að fara í hringinn. Það er margt á milli. Já, það er margt á milli. Þetta er sko Kljásteinavefstóll. Já. Vefstaður, það er ekki vefstóll. Já, þetta er vefstaður, sko. Hann stendur. Já. Og hann látið standa svona upp við gömlu bustinnar. Já. Það er í rauninni bara vinnutæki sem er búið að nota á jörðinni í minnst 9.000 ár. Og er það ekki aðalega til þess að búa til eitthvað til að búa til skjól? Flíkur? Jú. En það er líka, við vitum að á Íslandi var ofið fullt af svona til heimilisbríðis. Það voru ofnir reflar og náttúrulega söðuláklæðin voru ofin í Kljásteinavefstað. Alls konar púðar, efni náttúrulega og borðar til þess að skreyta. Sko, auðvitað var svo mikið fátækt á Íslandi. Við vorum aðalega að vefa klæði og selja út náttúrulega alveg 1000 metra af vaðmáli. Þetta var aðal útflutningur Íslendinga aldir var vaðmál, vöruvaðmál. Þannig að þetta var gjaldeyrir Íslendinga var textíllinn eða vefurinn. Bara í stórum rúllum eða búið? Já. Alltaf í 12 metra rúllum sko. Já. Eða 12 metra hver eining sko, 24 álni. Þannig að þetta var bara útflutningurinn okkar, svo náttúrulega fyrir að flytja út prjónles og svo kemur fiskurinn og allt það. En við hefum alltaf verið að flytja út vefnað. Hvert fór þessi vefnað? Fór allt til Bergen og þaðan er þetta selt alla Evrópu. Alla Evrópu? Já. Og notaði í hvað? Bara klæði og allt bara, skjólflíkur og kjóla, þú veist, allan þann fatnað sem var. Náðu menn að gera þetta svona það fínt að þetta var allt til að ég verið í þessu? Já. Það var ekkert eins og gaddavís? Nei, við kunnum nefnilega að fara með ullina áður fyrr. Það var tekið ofan
sko var aðskilið tóg og þel. Já, Og þeli er náttúrulega bara svo silki. Þannig að þegar þú ert í flík sem er ofin úr þeli, þá er það bara alveg lungamjúkt. Það stingur ekki neitt. já, Ef þú fyrir inn fyrir tógið á sauðkindin, þá finnur þetta mjúka sem er það undir, sko. já, Þannig að það er eitthvað sem að við týndum svolítið niður, en ég held að við séum nú aftur að vakna og það séu farið aftur að huga að því að aðskilja tóg og þel. En hvenær sko, hefur þú einhverjar upplýsingar um það, hvenær koma vefstólar fyrst til Íslands? Já, það er bara alveg í lok 19. aldar, það er talað tóvinnufélag Eyjafjarðar, það er í rauninu fyrir að flytja inn svona vélvæða og síðan eru gleráreyrarnar komaði til og allt það. Fyrst er verið að vinna bandið, sko, svo fara að flytja inn vélar. Já. Þetta má segja að iðnaðarsagan okkar er í rauninu all 20. aldin, sko. En vefnaðurinn, kemur þetta bara með landnámi? Já, ég meina við gátum ekki búið í Íslandinu með verið með vefstála með okkur, eða vefstæði. Já. Þetta voru bara rúllur, þetta voru svona bara eins og önduvísúlur, með dettunum stundum í huga önduvísúlunar hafi verið sko kljásteina vefstæður. Já. Já, ég er alveg svona, þetta er örgulega, þetta er náttúrulega bara voðmeiðurinn af vefstæðanum sem við erum að tala um. En þú veist, það er bara, það er gaman að spá í því, sko. Þú hefur svo mörg falleg og skemmtileg orði við þetta sem maður hefur aldrei heyrt. Nei, ég veit. Það vill nú hann til að það eru svona orðalist í bókinni minni sem það sem þú getur fundið öll þessi orð. Þessi bók, hún er ótrúleg. Já, ég er mjög sátt við hana, sko. Þetta settur þú saman? Já, ég byrjaði að skrifa þessa bók fyrir 10-11 árum síðan, eða þegar ég lauk meistaranámi hérna í uppeldis- og kennslufræðum eða kennslufræði myndlista og textílgreina frá Háskólanum á Akureyri, að þá fannst mér svo gaman í þessari rannsóknarvinnu og að grúska svona. Ég ákvaða að halda áfram og ætlaði fyrst bara að gera kennslubók fyrir Verkmenntaskólann á Akureyri, þess að ég var að kenna í vefnaði, en síðan vatt þetta bara upp á sig og var það þessari bók. 7. kafli Haralds sögu Gráfeldar. Já. Haraldur konungur satt oftast á Hörðalandi og Rogalandi og svo er bara hérna reifi. Já, þetta er sem sagt gamall bútur sem var grafinn upp á 1950 eitthvað á Íslandi rétt hjá Akranesi og þarna fundu menn lykilina því að vefa aftur Rögnvarðarfeldinn. Þá föttuðu þeir að þetta var ekki skinn sem menn voru með á sig, heldur var þetta feldur, ofinn feldur. Já. En hér eru svo myndir af alls konar. Já, tæki og tólum. Hérna er Kljásteins, já. Og hér er Þór Vigfússon, með Gráfeld. Já, þetta er ofið af þeim Hildi Hákonardóttur og þeim konum út í Noregi. Og myndir af þessum stólum og öll þessi munstur og... Já, ég reyndi að hafa hana því ég vissi það. Það hefur ekki komið út bók sko svona kennslubók í vefnaði síðan bókin hennar Sigrúnar P. Blöndal kom út 1948. Það var komið út svona hefti eins og eftir Sigríði Halldórsdóttur og fleiri, en aldrei komið út svona heil bók sem hefur verið gefin út á forlagi. Já. Þannig að ég vissi það að það er nú örugglega ekki gefin út önnur vefnaða bók á næstinu á Íslandi, ekki næstu kannski áratugina, ég veit ekki hvað. Þannig að mér fannst hún nauðsynlegt, hún væri sagnfræðileg, hún væri tæknilegs eðlis, hún væri munstrinn, hún myndi þjóna sem breiðust tilgangi. Já, sko, það er náttúrulega ljóst, þegar maður flettir svona í hasti yfir þessa bók, að þetta er ótrúlegur ótrúlegar upplýsingar og... Já, hún er... Hvað varstu lengi að þessu? Sko, ég var kannski ekki svo rosalega lengi að skrifa sjálf bókina, en þetta ferðilega komið sér gegnum prentu. Það er forlagið sem gefur þetta út. Ég var með ritstjóra sem ég fekk held í 2013 eða 13 sennilega. Hún Laufey Leifsdóttir er ritstjóri bókarinnar. En svo veiktist ég og var alveg frá í alveg 1,5 ár. Var mjög lítið að gera það. Og svo segir ég var ekki svo lengi að skrifa þessa bók. Þetta er bók upp á yfir 300 síður. Já, en það var rosalega það vill nú bara þannig til að einhverju konur sem kom að þessari bók, það var nú tilviljun, sko. Það er gaman að því samt. Já, það er svolítið skemmtilegt. En ég er líka með rosalega góða aðstofamenn hann, sko. Eins og hún, Borghildur Ína Sölvadóttir sem setur þessa bók sem sér umbrotið. Hún gerir það náttúrulega alveg á einstaklega fallegan hátt á mínum mati. Og það gefur bókinni alveg ekstra vægi. En ertu búin að fá einhver viðbrögð við henni? Já, ég fekk náttúrulega tilnefningu bæði til fjöruverðlauna og verðlauna Hagþengis, þannig að það var bara mjög skemmtilega.
þó ég hafi ekki unnið þau vel, en það skiptir engu máli. Nei, nei, En allavega en þeir mundu eftir þér. Já, og hún fekk fullt af kynningu í sambandi við það. En þetta er líka bók sem að ég held að muni seljast alltaf, sko. Þetta er ekki bara einhver... Þetta er ekki svona jólabók. Nei, þetta er ekki svoleiðis bók. Nei. Þetta er bara bók sem að kaupist og selst jafnt og þétt. Þetta er Og svona- já. ég bara ánað með það, sko. Þetta er bók sem er sko, hún er alltaf eins og ég segi, hún er óskaplega, örglega fróðleg. Já, ég held að sé mjög mikill og fróðlegu texti í henni, en ég verð nú að viðkynna það, ég nú alltaf opnað hann eftir að hún kom út. Gunnar Ólafsson frá Ási Hegranesi. Já, Hver var það? það var rosalega flinkur vefari sem að Gunnar og þeir bræður á Hellulandi og Ólafur á Hellulandi líka, þetta Já. voru allt mikli vefarar á 19. öldinni og Gunnar kom heim með svona margskafta vefstól sem var haft að gera opbóðslega svona flott og hérna fínleg, þeir líka flutti inn bómullar sem sagt þráði, þeir fóru fyrstur að vefa og bómull á Íslandi og hérna þannig að það var hægt að vefa opbóðslega fínleg og falleg og margskafta efni. Ósköp hafa menn verið framsýnir, Já, margir hverjir. en hann gafst nú samt upp, hann fór aftur til Danmerkur. Já, var Hann það? var hér bara í einhver 10 Og hér eru svo líka, sko þetta er náttúrulega ekki bara nýtja hluti sem Nei, nei, slíkur. nei. Þetta er þessi sko fallegu skreitingar á veggi og þetta er svona Já. kemur staðin fyrir málverk. Já, það er náttúrulega bara myndvefnakablinn er líka hann inn í þessu, það, sem ég fannst mjög nauðsynlegt að hafa því ég hef að mestu verið í myndvef á mínu ferli, sko, eða svona stórum hluta. Þannig að hérna, að því að vefurinn hann er svo margþættur, sko, hann er náttúrulega líka, ég meina, minn miðill er í rauninni bara, myndlistamiðill minn er það að ég nota þráð, ég nota vef, ég nota vefstól eða ramma eða hvað sem er, þannig að myndvefnakablinn varð að vera með líka bara út af því að tæknin í myndvefnaði er frekar einföld. Það er hægt að gera hún einfaldan hátt, þannig að mér fannst nauðsynlegt að hafa það líka í bókinni. Veistu það, Ragnheiður, að því miður tíminn er búinn. Já, Þetta er búið að vera óskaplega skemmtilegt og fróðlegt og þetta er yndisleg bók. þakka þér fyrir. Ég er svona að taka myndaðir og svo ætla ég Já. að setja þetta upp í vefstólinn minn og vefa myndaðir. Já, er það ekki? Er það ekki? Kemur og digitalvefur alveg. Já. Heyrðu, þetta var ánægjulegt Já, í alla staði.